Meira fyrsta kossin síðar í þættinum og yfir í Njarðvíkur skóla. Nemendur í öðrum bekk eru ekki neinir óþekktar ormar, en þeir hafa fengið orma sem að fá það verkefni að borðað afganginn af nestinu þeirra. Þessir ormar eru svokallaðir haugánar en hlutverk þeirra er að framleiða moltu og sérstakt ormate úr lífrænum úrgangi úr afgangsnesti nemenda. Verkefninu var ýtt úr vör nýlega þegar fyrsta svokallaða grænkerið var tekið í notkun hjá krökkunum. Notað verður lífrænn úrgangur sem fellur til í skólastofum hjá öðrum bekk í vetur og hann er settur í grænkerið þar sem ormarnir eða haugánarnir sjá vinnuna. Þetta er bara rosalega spennandi. Við erum búin að vera að bíða eftir því að geta farið að búa til svona moltu og bara okkur hlakkar rosa mikið til. Hvernig verður hugmyndin til, Steindór? Við vorum að fara í stað í haust með vinnunni á umhverfisteyminu. Við erum að endurnýja grænfánan og eitthvað svona og langaði að bæta við eitthvað og sáum þetta, fengum þetta sent frá skólastjórunum. Þetta væri ný hugmynd inn í púkið og hérna fórum og skoðum og hérna kynntum okkur þetta. Heyrðum í þeim sem voru að selja þetta og urðum bara mjög spennt og við vorum svona eiginlega kannski meira heldur en krakkarnir. Við vorum bara iðum í skinninu að fá að sjá þetta og hvernig þetta virkaði. Og hvernig virkar þetta? Hvað eru það að fara að gera? Heyrðu, við erum að fara að taka allan lífrænan úrgang frá nemendunum sem þeir safna inn í stofum og setja í sérstakt box og svo erum við að flokka ál og pappa í annar box. Og við ætlum að taka þetta og setja í þetta box sem við sjáum hérna, eða svona minni útgáfa af því, og þar eru sérstakir haugánar eða svona maðkar sem að brjóta þetta niður og búa til frábæra moltu og leið svona hálfgerð te sem er áburður fyrir plöntur. Hvernig voru krakkarnir að taka þessu? Þau eru rosalega spennt. Við erum náttúrulega reyndar bara nýbyrjuð að sýna þetta. Við erum eftir að fara með þetta út alla skóla og það fá allir að fylgjast með þessu. Verður þetta gert í öllum bekkjum eða er þetta bara eitthvað ákveðnir bekkir? Sko, núna erum við bara að byrja og við ætlum bara að byrja smátt og láta sjá hvernig það gengur og svo bara framtíðin beri skautið sér hvað gerist. Það er að segja að þið byrjið umhverfisverndina snemma með svona ungum krökkum að fá þau í lið með sér? Það er alltaf best að byrja á þessu litlu. Þau læra þetta í leikskóla og svo bara verðum við að halda áfram. Þau fara með þetta heim, sína foreldrum sínum og segja og þannig að svoleiðis virkar þetta. Eru þau opin fyrir þessu málum? Þetta er svo brýnt mál í umhverfinu hjá okkur einhvern veginn, mikil umræða það, þannig að krakkarnir þau náttúrulega fá þetta bara í æð, getum við sagt. Ég myndi halda það, krakkar, ungt fólk er rosalega hugsandi yfir málum framtíðarinnar og leið við erum að kenna þeim hvernig þetta virkar, strax svona ungu börnum, þá held ég þetta bara virki ofsalega vel og þau skilja hlutina miklu betur, því að það þarf greinilega að gera gangskur í öllum þessum málum. Og eins hvað þið eru að láta þau flokka? Sko, flokkun hérna í Njarðvíkurskóla er orðin bara partur af skólamenningu. Við tökum, þau taka til á lóðinni, bekkjunum skipt niður í dag eða vikur og það taka allir rusla á lóðinni og svo flokka allir í stofum og það eru flokkunarkassar niðri líka í matsalnum. Þannig að þetta fer allt eins og á að fara, allavega við erum að gera okkar besta. Við erum á fulli í einhverju umhverfismennt, við erum bæði svo erum við líka gróðursetja, vorum að gróðursetja núna í haust og svo aftur í vor, þannig að krakkarnir eru svolítið involverið í að bæta umhverfið sitt og taka þátt í að gera heiminn betri. Munu þau koma með lífrænan úrgang, hvernig mun þetta gerast? Já, þau eru náttúrulega með skólanesti sitt og svo framvegis, þau eru með grænmeti eða ávexti og eitthvað svona sem gengur af og það var eins og við settum í morgun, það var eitthvað smá eftir að bananahýði, það var epli og vínber og svona og þetta er bara tilvalin fæða í moltugerð. Þannig við erum ekki að tala að hádegismaturinn verði notaður í þetta þannig? Ekki til að byrja með minnst, en kannski verður það í framtíðinni. 5 ár? Eftir 5 ár, eða hvað segir þú? Þá eru allur skólamatur, allur afgangurinn, hann er líka alltaf að minnka. Við erum að vigta lífrænan úrgang, matarsóun, það er allir að vinna á móti því, þannig að eftir 5 ár verðum við bara komið stóra vinnslu.
Þórarinn hjá Grænker. Þú ætlar að hjálpa Njarðvíkingum í þessu máli, segðu okkur aðeins frá því. Já, allavega leggja hönd á plóg. Ég veit ekki þannig að þetta náttúrulega eitthvað sem hægt að gera í litlum skömmtum og mjög svona áhugavert sérstaklega fyrir skólan að bæði læra af þessu og líka einhvern veginn, hvað ég var að segja, átta sig á þessum skrefum sem við verðum öll að þurfa að taka núna á næstunni. En já, þetta tækni sem við rákumst á hjá Grænker og ákváðum bara að slá til og sjá hvort að einhver annar myndi hafa áhuga á þessu eins og við. Og í sjálfu sér þetta svolítið svona furðuleg tækni, því að við erum að nota lífverur til þess að brjóta niður okkar eigin úrgang. En af okkar reynslu, nú erum við búin að vera í þessu í svolítinn tíma og moltan sem kemur að þessu gríðarlega gott hvataefni fyrir plöntur og svo ormateið sem Steindór nefndi áðan virkar líka gríðarlega vel fyrir bara vökvaplöntur eða hvað annað lífrænt. Þannig að já, við allavega höfðum samband við Njarðvíkurskóla og spurðum hvort að þau myndu hafa áhuga á því að skoða þetta allavega með okkur. En segðu okkur aðeins frá því, hvaðan koma ormarnir og hvernig það að nota á? Sko, ormarnir lifa ekki á Íslandi, en þeir voru framleiddir að ég held fyrst sinn á Sólheimum og síðan þá hafa þeir verið svona ganga mann á milli og ekkert svona, hvað ég var að segja, ekkert svona hagkerfi í kringum þetta. En þetta sem sagt, maður skapar bara heimili fyrir ormana og gerir þeim kleift að vinna lífrænan úrgang á miklu betri máta heldur en gengur að gerist í til dæmis venjulegri moltugerð og það býr til heimili, kemur ormónum í og svo getur verið að losa þig við þinn lífrænan úrgang í þennan kassa. Afurðin verður eins og ég nefndi áðan, bara mjög góð molta og þetta hvataefni sem kemur frá þessum ormatei. Þannig að ormarnir að vinna vinnuna miklu betur heldur en í öðruvísi eða hefðbundinni moltugerð? Já, ég ekki líffræðingur sjálfur, ég held að það sé betur, en ég veit allavega hraðar. Þetta miklu hraðara ferli, það að segja ef þú vilt ekki þurfa að rúa öllum lífrænum úrgangi í einhverja risa tunnu fyrir aftan hús og bíða í mjög langa tíma, þá þetta aðferð þar sem þú getur unnið þetta miklu hraðar, færð efnið í minni skömmtum, nærðum nýta það betur og það ekki bara að hrúa því á einhvern jarðveg, getur notað á plöntunum þinnar og fleira þess háttar. Þannig að þetta allavega hraðar og ég tel að þetta sé töluvert betur. Og ormarnir, þeir eru sem sagt að innbyrða lífræna úrganginn. Og skila honum svo frá sér. Akkurat. Og úrverður úrvalsmolta. Úrvalsmolta og úrvalsormatei sem má ekki gleyma, sem hérna neðan það sem tappað af. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með þessu. Já, Krakkarnir voru áhugasamir. Já, eins og segið, þetta fyrsti skólinn sem við kynnum þetta svona fyrir og ég eiginlega bara spenntur og Steindór því að sjá hver afurðin af þessu verður.